Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 42 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem að tengist okkur öllum í rauninni, af því að við erum öll manneskjur sem að læra hluti. Við fáum að vita að heimurinn er svona, við erum svona og við gerum þessa hluti svona vegna þess að svona þarf að gera þá. Þetta eru staðreyndirnar lífið. Það er að segja það sem við vitum heiminn. Þar til annað kemur í ljós. Því að eins og þú eflaust veist, þá höfum við oft haldið að einhver hlutur virki á ákveðin máta, af því þú lærðir það í skóla, eða fólk vissi þessa hluti heiminn, og svo kemur í ljós að það er ekki satt. Ef við tökum stórt dæmi sem við þekkjum, þá er það eins og hvernig Galileo Galilei endaði á að afsanna kenningar kirkjunnar og fullyrti að jörðin snerist í kringum sólina. Og við vitum þetta sem staðreynd í dag, af því að núna höfum við betrið aðferðir til þess að staðfesta þetta, sem að hann komst mögulega fyrstur að. Og síðan hefur það verið sannreynt síðan þá. Önnur dæmi sem að fara nær samtímanum eru staðreyndir eins og eðlisfræðin sem að Newton uppgötvaði. Hann bjó til fullt af formúlum og jöfnum og kenningum sem að voru réttar. Þar til þær urðu réttari þegar að Einstein kemur og afsannar eða bætir kannski ofan á kenningar Newtons sem að hittu ekki nógu vel í mark, allavega þegar við nálgumst hluti sem að eru fjarri okkur, svona eins og ljóshraða. En þá, þegar að við erum komin það langt í skilningi okkar á eðlisfræði, þá þarf kannski að laga til í 300 ára gömlum kenningum og það sem að fram að þeim tímapunkti hafa verið staðreyndir. Við langar að taka eitt dæmi sem að er eitthvað sem að breytti mínu viðhorfi nokkuð. Og það er varðandi næringu okkar. Og það hvernig við fórum að borða öðruvísi eða að borða eftir ákveðnum vana. Það er staðreynd sem að birtist í vísindagrein upp úr aldamótum. Ég man ekki hvort þetta er í kringum 1913 eða svo. Þar sem að í einu af fyrstu læknisvísinda tímaritunum var birt grein sem að fullyrti í sínum niðurstöðum að morgunmatur væri í rauninni mikilvægasta máltíð dagsins. Þetta er örugglega setning sem þú hefur heyrt margoft áður og er staðreynd. Þetta var eitthvað sem að birtist í vísindagrein. En svo ef maður
rýnir betur í þessa grein og kringumstæðurnar í kringum hana, þá má sjá að sá sem að gefur út tímaritið, ekki greinina heldur sjálft tímaritið, var maður og læknir sem að hét Dr. John Kellogg, sá sem stofnar og rekur morgunkorns fyrirtækið Kellogg's. En hann hafði fundið upp á þessu korni, þar að segja afbökuðum maís sem að var þá til í flöguformi og var hægt að neyta án þess að þurfa að elda svo mikið og var því mjög auðvelt að gera sér til á stuttum tíma og kannski einmitt sérstaklega á morgnana. Ástæðan fyrir því að þetta slagorð er jafn inngróið í heiminn eins og það er vegna þess að fyrirtæki eins og Kellogg auglýstu það mjög mikið. Þetta er 100 ára gömul vísindagrein. Nú er ég nýbúinn að nefna dæmi þar sem að Galileo afsannaði örugglega einhverja 1000 ára kenningu hvernig heimurinn virkar og hvernig Einstein náði að afsanna Newton 300 árum seinna. En nú heldur allur heimurinn að morgunmatur sé mikilvægasta máltíð dagsins. Er það í rauninni satt? Þetta er það sem að þau sem að stunda föstur pæla mikið í og þau sem að stunda þær mikið myndu segja að morgunmatur sé vissulega ekki endilega mikilvægasta máltíð dagsins. Þetta er fullyrðing sem að stenst ekki raun. Það er fullt af fólki til sem að hefur náð að bæta heilsu sína með því í grófum dráttur mætti segja að sleppa morgunmat. Þannig að kannski er þessi fullyrðing sem við þekkjum ekki endilega sönn. Til að taka annað stutt dæmi úr læknavísindunum, þá er það eitthvað sem að allir vita að þú þarft að drekka 2 lítra af vatni á dag. Vatn er uppistaða lífs, þannig að það meikar alveg sens að við þurfum mikið af því. Við erum 70% vatn, ef ég man töluna rétt, þannig að við þurfum mjög mikið af því. En af hverju er það 2 lítrar? Hvernig er það nákvæmlega þessi tala? Við mannfólkið sem að sjáum þessa fullyrðingu, ég vil eitthvað kynnta af einhverjum eins og einhverjum lýðheilsu stofnunum, so public health institutions, þá treystum við því. Það hlýtur að vera eitthvað rétt ef að þau eru að fullyrða þetta. Þannig að við tökum mark á því. En er þetta raunin? Er þetta satt? Er það akkurat 2 lítrar á dag sem við þurfum? Og svarið er nei, af því að við erum ekki eins. Við erum ekki jafn stór, við erum ekki öll jafn mörg kíló, við hreyfum okkur ekki jafn mikið og við erum í mismiklum hita og raka. Þannig að þessi 2 lítra tala getur ekki staðist fyrir okkur öll. Það fer eftir einstaklingnum. Ofan á þetta má bæta að hérna gleymist að taka fram að mikið af því vatni sem að við fáum inn í kerfið okkar kemur frá matnum sem við borðum. Þannig ef þú færð 0,5 lítra af vatni í gegnum þann mat sem þú borðar, þá áttu bara 1,5 lítra eftir ef að þessi tala stenst. Til að koma með aðra samsæriskenningu og kapítalíska samsæriskenningu þá var ég fyrir frekar stuttu síðan að komast að því tvennu að
Ástæðan fyrir því að fólk lítur út fyrir að vera yngra í dag heldur en það var fyrir 30 árum. Þú getur borið saman myndir af 30 einstaklingi frá nútímanum og svo einhverjum frá 9. eða 10. áratugnum, kannski frekar 9. áratugnum, þannig að 40 árum síðan. Þá lítur sá sem að var uppi á 9. áratugnum og var 30 þá út fyrir að vera talsvert eldri heldur en sá 30 í dag. Tvennt hefur breyst á þessum tíma sem að þykir nokkuð stórtækt. Það fullt af öðrum hlutir sem hafa breyst líka, en það er staðreyndir sem að voru uppi við þegar að ég var að sjá þetta og kynnast þessu. Það er að við hættum að nota blý í bensínið okkar. Þannig að núna er allt bensín blýlaust og því miklu minna magn af blýi í andrúmsloftinu okkar. Og við fórum að drekka miklu meira af vatni. Og kannski þess vegna við fórum að kynna þetta svona mikið. Við gátum leyst fullt af lýðheilsu vandamálum með því að láta alla drekka meira vatn. Kannski eins og þessa 2 lítra. Aftur er þessi tala eiginlega tekin úr lausu lofti, en fyrir mjög stuttu síðan var ég að sjá það að einir af þeim sem að voru að auglýsa aukna vatnsneyslu hvað mest voru fyrirtæki eins og Nestlé, Coca-Cola og PepsiCo. Þannig að þetta er mjög svipuð saga og sagan af John Kellogg sem ég tók fram áðan. Þannig að framleiðendur vatnsflaskna voru farnir að græða miklu meira með því að selja öllum þá þörf að þurfa að drekka svona ótrúlega mikið vatn ef að þau ætla að vera heilbrigð. Það er heppileg tilviljun að það er hárrétt. Þetta fólk þarf á þessu vatni að halda og þetta er talsvert meira heldur en flestir myndu fá sér annars af vatni. En auðvitað græða þessi fyrirtæki fullt á því að núna er heimurinn farinn að drekka ótrúlega mikið af vatni og í leiðinni menga sjóinn mjög mikið með tómum vatnsplastflöskum. Til að taka dæmi eitthvað sem við vitum ekki ennþá. Það er eins og af hverju við sofum. Til hvers erum við að sofa? Við gerum það til að hvíla okkur. Það eru eiginlega öll dýr í heiminum sem að sofa. En hvers vegna erum við ekki ennþá búin að fá svar við? Það er fullt af hlutum sem að gerast á meðan við sofum og við erum að nálgast það að komast að því. Hvað það er sem að gerist þegar við sofum og þá af hverju við gerum það. En við sjáum að á meðan við sofum þá er allt önnur hormónastarfsemi í gangi. Það er margt sem að jafnast út á meðan við sofum. En eitt af því sem að við sjáum í svefni sem að er andstætt því sem að gerist þegar við erum vakandi, þegar við erum líka með einhvers konar hormónastarfsemi sem að svefnin sér ekki einn er að heilinn hreinsar sig. Við vitum ekki hvort að það sé þess vegna sem að við upplifum þreytu eða syfju, en það sem að gerist þegar við sofum er að heilinn hreinsar sig og tekur til í sjálfum sér. Tekur í burtu þau efni sem hafa safnast saman yfir daginn sem að þurfa að fara burt. Þannig að það er líffræðilegi hlutin. En svo það sem er sálfræðilegi hlutin er að skammtíma minningar geta í þessari tiltekt orðið langtíma minningar. Þannig að hérna fer þetta skipta okkur máli sem að eru að reyna að læra nýtt tungumál. Þegar við erum að læra ný orð,
þá beitum við athygli okkar að þeim, sjáum, hei, þetta þýðir þetta, eða þetta orð er notað svona. Áhugavert. Við tökum eftir því og það verður að skammtíma minningu. Svo söfnum við fullt af skammtíma minningum og svo förum við að sofa. Vonandi nógu lengi, þannig að heilinn nái að sinna þessari tiltekt. Að hann nái að gera allt sem hann þarf að gera í nógu langan tíma til þess að þessir hlutir sem að þú varst að gera og þessir hlutir sem að, þig langar að muna, nái að verða langtímaminningar. Þessi staðreynd ýtir undir þau rök að kerfi eins og útbreidd endurtekning, this would be a translation of the spaced repetition systems, sé góð aðferð til að læra þá hluti sem að við viljum muna lengi. Að við búum til skammtímaminningu sem að nær að kannski lauslega festa sig í kerfinu eftir að við sofum einu sinni og svo eftir einhver tíma að við veitum þessu aftur athygli. Þá er þetta orðið skammtímaminning sem að tengist langtímaminningu. Já, ég hef séð þetta orð áður og ég man hvað það þýðir. Ok, flott. Og svo líður ennþá lengri tími og svo skoðar þetta aftur og sér, já, ég man þetta ennþá frá öllum þessum fyrri skiptum sem að ég hef gert þennan hlut, sem að ég hef munað þetta. Þar til að þú í rauninni manst þennan hlut varanlega. Tungumál eru þá allavega einfaldari hlutur og hættu minni hlutur fyrir okkur að læra svona vel, því að orð þróast nokkuð hægt. Hús er ennþá að fara að þýða hús eftir 20 ár, 50 ár og 200 ár. Allavega svona miðað við að við erum búin að eiga orðið hús í 1000 ár. En það er ekkert víst að eftir 20 ár að staðreynd eins og sólin snýst í kringum jörðina sé sönn, að morgunmatur sé mikilvægasta máltíð dagsins sé sönn, eða þú þarft að drekka 2 lítra af vatni á dag sé sönn. Þetta er allt staðreyndir sem að voru sannleikurinn þar til að annað kom í ljós. En þú kannt þetta því að þú hefur séð þessar staðreyndir svo oft í gegnum tíðina. Þú veist inn í þér að morgunmatur er mikilvægasta máltíð dagsins af því að þú hefur heyrt það svo ótrúlega oft með miklu millibili. Þú lærðir þetta með því að sjá þetta, heyra þetta, sofa á því og svo sjá það aftur seinna. Svona lærðir þú. Allavega þá hluti sem er hægt að læra sem að tengjast beint minni. Ef við förum í hluti eins og taugakerfislega hluti til að læra, svona eins og það að beita tækni, nota vöðva og hreyfa sig eftir ákveðnum máta, eins og maður gerir þegar maður hreyfir sig, dansar eða spilar á hljóðfæri. Það gæti verið annað efni að pæla í út frá þessu. Og gæti jafnvel verið efni í annan þátt. Ég er ekki alveg nógu klár þau efni, þannig ég gæti þurft að kynna mér þetta eitthvað betur en ég gerði fyrir þennan þátt. En það væri þá einmitt vissulega efni í annan þátt. Núna fer ég að nálgast hinn venjulega upptökutíma sem að ég hef fyrir þessa þætti, þannig að ég fer að hætta. Þannig að, það eru ekki allar staðreyndir og ekki allir sannleikar sem að eru sannir að eilífu. Við erum ennþá að komast að því hvernig heimurinn virkar og okkar kenningar sem við höfum í dag eru þær bestu sem við höfum. Ennþá.
við stöndum á þeim og vinnum með þeim þar til annað kemur í ljós. Þar til einhver kemst að einhverjum nýjum staðreyndum. Eða leiðréttir þær staðreyndir sem að við höfum byggt á. Þannig að það borgar sig að fylgjast með því hvernig heimurinn þróast og vita að það sem þú lærðir í grunnskóla eða menntaskóla og hefur fylgt þér allt þitt líf þarf ekki í rauninni að vera sannleikurinn. Það hvernig þú til dæmis lærðir tungumál í grunnskóla er ekki endilega besta aðferðin fyrir þig að læra tungumál. Ef að þú ert að ná að skilja mig, þá ertu örugglega búin að finna einhverja leið sem virkar fyrir þig og það eru meiri líkur en minni að þú hafir gert það með öðrum máta en þú gerðir þegar þú varst í grunnskóla eða menntaskóla. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef að þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.